En það stórleikur sem að fer fram í Vallaskóla hér á Selfossi í kvöld og það eru tvö lið sem að eru svona með efstu liðunum í fyrstu deild karla sem að munu etja kappi þarna. Við erum að tala um Selfoss og Fjölnir. Selfoss situr í öðru sæti deildarinnar og Fjölnir í því þriðja. Þannig að eins og ég segi það maður búast við hörkuleik í kvöld og einn af leikmennu Selfoss er á línu hjá mér, Andri Már Sveinsson. Sæll blessaður. Já, sæll blessaður. Þið eru búin að undirbúa okkur fyrir kvöldið? Já, við erum búin að taka hérna frá því í byggarleiknum og undirbúa okkur vel og við erum allir að vera tilbúinir. Já, þið eru einmitt nýbúnir að keppa við Fjölnir, eða ekki? Jú, við vorum á þriðjudaginn að spila á mótið með byggarnum. Já, og það var Fjölnir sem að tók þann leik. Já, þeir stálu honum. Þetta bara búið að vera svo misjæft undanferði. Þið meitt voru að keppa við Stjörnuna daginn og þeir eru nú í fyrsta sæti og þið eiginlega bara raskkeltu þá. Það var nú bara þannig. Já, við spilum alveg rosalega vel þar og eins og við segjum, við erum náðum að raskkelta á þar. Og þið voruð að heimavelli þar? Hvað segir þið? Þið voruð að heimavelli í þeim leik? Já, við vorum að heimavelli í þeim leik og það bara gekk allt þeir svo átt að ganga og spilum okkur bolta og þá gengur það svona vel. Já, nákvæmlega. Hverju með við búast við í kvöld? Þið viljum náttúrulega fylla húsið? Já, við viljum náttúrulega fá sem flesta og fólk gerir sem eftir lætin og hveti okkur alveg bara út í eitt, hveti okkur til sigur. Það er líka gaman að fylgjast með ykkur að þeir sem að sitja á bekknum, þeir eru nú svona nokkuð duglegir að reyna að koma stúkunni líka í gang. Já, þetta er bara partur af þessu, það er að fá stúkuna með sér og gera stúkuna eins og maður segir, 8. manninum og þá verður þetta svo hrikalega skemmtilegt sko, það er að stúkan er með og við allir alveg kolvillisir og það verður svo hrikalega gaman. Akkurat. En má búast við því að svona verði öruggt að leikurinn verði spilaður? Sko, þetta er nú sko, hvað við að segja, við myndum öruglega alltaf að fara til Reykjavíkur en það er náttúrulega alltaf erfið að koma yfir heiðina á Selfoss til Reykjavíkur. Já, maður heyrir svona svipaða fréttir frá EM-unum. Já, þetta er alltaf þannig sko, en ég veit það bara ekki, ég vona náttúrulega að þetta verður spilaður en við fáum að það kemur ljós bara núna hvernig það er í breytist. En ef einhverja svona fréttir, sem sagt, ef þetta breytist og leikurinn verður ekki spilaður, hvar má þá fólk búast við að fá upplýsingar um það? Það verður náttúrulega bara á Selfoss handbolti, það er á Facebook hjá okkur, sem við erum með. Nákvæmlega. Og ætlum við reynum ekki að ringi ykkur líka á Suðurland FM og láta ykkur auglýsa alveg eins og við getum. Láta okkur vita. Já. En svona öðru leyti, þá er leikurinn að fara fram í kvöld klukkan 19:30 í Vallaskólanum. Er þetta síðasti leikurinn sem að þið spilið fyrir jól eða hvað? Nei, við höfum eftir að spila svo þetta í 2 ára. Útileiki? Við spilum 18. des við Mílan, hérna á Selfossi. Já. Og það er 1 útileikur hérna á milli. Ok. Við HK minnum mig. Þannig að þið eru ekki komnir í jólafrí? Nei, það er ekki fyrir 18. desember. En hafa verið einhverja breytingar svona gerðar á svona æfingaplani liðsins? Stefán er að láta ykkur, þið æfiði oftar heldur en að hefur verið gert eða? Já, við náttúrulega sko, við erum kannski ekki að æfa oftar í handbolta en við erum að lifta sem sagt líka. Við fengum hérna til liðsögu okkur í þjálfarateymið hann Vésteinn Hafsteinsson. Vésteinn Hafsteins, hérna liftingarþjálfari. Já. Og hann gerði prófa fyrir okkur allt sumar og við sem sagt erum búin að vera og við erum að lifta alltaf á tímabili og við liftum til dæmis á leikdegi líka. Já, er það algengt? Nei, ég myndi ekki segja að vera algengt, en þetta er svona, hvað að segja, professional dæmi þar sem hann er búin að vera að þjálfa atvinnumenn út um allan heim og hann er að koma þessu inn hjá okkur líka og þetta er að skila okkur og þannig að finnst okkur sjálfum. Já, maður tekur eftir því svolítið að þrekið ykkar er mjög gott. Já, við erum í mjög góðu formi, það er að segja það. Enda gaman að fylgjast með ykkur spila? Já, trúi því. Hvetjum alla... Horfa svona sæta strákar hlaupa, ég trúi því það. Já, segðu. Við hvetjum alla til þess að mæta í íþróttahúsi í kvöld og styðja ykkur, fylla stúkuna. Bara fylla stúkuna og endilega mæti vínröð og gera því glæti. Þetta er mikilvægur og stór leikur og það verður bara skemmtilegt. Við viljum halda Selfossi áfram í öðru setinu og reyna að ná því upp í fyrsta. Nákvæmlega, það er einmitt planið. Það verður náttúrulega rosalega skemmtilegt og það hjálpar rosa mikið að fá sem flesta. Nákvæmlega, þetta er gott plan, Andri. Já. Það er gaman að heyra í þér og ég segi bara áfram Selfoss og gangi ykkur vel að spila í kvöld. Bara takk sömuleiðis. Allt í fína. Takk. Já, bless.